Aukin notkun tölvu og farsíma undanfarin ár hefur kallað á sífellt betri og öflugri hugbúnað. Mikið af þessum hugbúnaði keyrir í tölvusölum, svokallaður enterprise hugbúnaður, þar sem að flestar vefsíður eru nú vistar á miðlurum og app eiga samskipti við miðlarhugbúnað, þá má nú ætla að enterprise hugbúnaður sé nú líklega sá algengasti sem er notaður. Og það það sem að við fjöllum í námskeiðinu Hönnun og smíði hugbúnaðar. Það að búa til svona enterprise hugbúnað og hannan og síðan smíðan. Og þetta námskeið kennt á öðru ári í Háskólanum í Reykjavík. Nú, undanfarin ár þá hefur kennt með mér í þessu námskeiði Guðmundur Hermansson og erum við tveir sem höfum umsjón með þessu og höfum síðan fleiri aðstofakennara eftir þörfum. Nú, það sem stefnt að nemendur læri grundvallur í hönnun. Hönnun rosalega mikilvæg forsenda til þess að geta skrifa góðan hugbúnað. Ekki það eina, en það mjög mikilvægt. Og að nota hönnunarmunstur. Munstur náttúrulega bara þekktar leiðir í hönnun til þess að gera hlutina og þessar leiðir hafa nafn og það mjög fljótlegt að kunna þetta. Að skoða hugbúnaðararkitektúr og valkosti. Hugbúnaðararkitekt stendur alltaf fyrir einhverjum valkostum og forsendurnar þurfa að vera til staðar svo að mann geti tekið ákvarðanir byggðar á því arkitektúrin eitthvað sem kannski ekki svo einfalt að breyta eftir á. Smíði rammar eru það sem eru svona legokubbarnir í því að búa til hugbúnað og geta hækka abstraction layer í lausnum allverulega. Og hann að smíða sveigjanlegar lausnir sem auðvitað að bæta við því að það bætist alltaf eitthvað við, hraðvirkar, skalanlegar. Skalanleikin rosalega mikilvægur, þetta ekki bara fyrir einn, þetta fyrir 10, 100, 10.000, hvað það nú Læra að temja sér fagleg vinnubrögð, við leggjum mikla áherslu á fagleg vinnubrögð, flest hugbúnaðarhús, þau gera kröfu slíkt og það ágætt að bara læra að temja sér þessi vinnubrögð bara strax í skóla. Nú síðan ég líka mikið fyrir það að tala hvernig hlutinir eru í bransanum þetta. Nú, námskeiðið á að veita innsýnin í hönnun og arkitektúr hugbúnaðarkerfa. Áherslan fyrst og fremst á hlutbundna hönnun og hvernig góð hönnun getur skipt sköpum í hugbúnaðargerð. Skoður ýmist þekkt hönnunarmunstur sem notur við hönnun hugbúnaðar, sérstaklega enterprise hugbúnaðar. Hvernig á að nota munstur almennt, meta kosti og galla, stundum henta þau alls ekki. Sérstaklega eru skoður lagskipt internetkerfi með vefmiðnóti, vinnslulagi og síðan gagnalagi. Litir á hvernig byggja má upp slík kerfi á sveigjanlega máta, þannig að breytingar sem koma alltaf breytingar og viðbætur, þannig að þetta sé auðvelt og líka rekstur slíkra kerfa. Áhersla á að búa til endurnýtanlegar einingar með því að búa til ramma. Við ætlum að búa til ramma, við ætlum líka að nota ramma og við ætlum að skoða hvaða valkostir eru það sem hugbúnaðararkitekt að standa frammi fyrir þeirra að byggja svona kerfi og hvaða forsendur eru mikilvægar. Síðan lítum við á hugtök eins og sem tengjast hraða, afköstum, skalanleika og allt það. Og síðan notum við í þessu námskeiði aðalega open source hugbúnað. Nú, forkröfurnar eru þær að menn þekki vefforritun, hlutbundna forritun, XML, HTML, JavaScript og SQL og allt þetta basic stuff. Lesefni bók eftir Martin Fowler. Martin Fowler sennilega einn mesti sérfræðingur í hugbúnaðargerð í heiminum. Og þessi bók sérstaklega því leyti að hún tvískipt, hún með umfjöllun vandamál og hvernig hægt að leysa þau og í þessari umfjöllun síðan vísað í alls konar munstur og munsturinn síðan í seinnipartinum sem það sem bara upptalning á þessum munsturum. Nú síðan eru aðra bækur, þetta eru svona meira til uppflettingar, tutorialar sem við leitum í þegar við vantar einhverja upplýsingar en það ekkert lesefni sem sett fyrir úr þeim. Þróunarumhverfið, við notum Java, við notum IntelliJ sem frábær editor fyrir Java, reynda fyrir hvað sem og Spring og Play. Við notum síðan Ant og JUnit til einingaprófuna, svo notum við eitthvað tyggjastykki þarna á SQL serverinn sem síðan aðgengilegur. Við höfum sérst aðgang að SQL server og hver nemandi fær aðgang að honum. Nú það eru skilaverkefni, 4 eða 5 skilaverkefni og í ár eru það reynda 4 og þau gilda 50% til helmings við lokaprófið og við leggjum mikla áherslu á verkefnin og það mikla að við gerum kröfu það að menn nái 5 í verkefnunum og nái 5 í lokaprófinu til að standast námskeiði, þessi 2 námsþættir. Nú í verkefnunum þá leggjum við áherslu á að
nota á hönnunina og að nota munstrin og að ganga almennilega frá þessum einingum og við munum búa til ramma sem við verðum síðan notaður í þessu og lausnirnar sem við ætlum að glíma við. Í fyrra vorum við að glíma við að búa til Tumblr vef, við höfum gert Facebook, Twitter, Foursquare, notum alltaf svona eitthvað sem að menn kannast við sem fyrirmynd. Við gerðum þetta mobile Tumblr í fyrra. Nú verkefnið þemað í ár 2012 er Pinterest sem frábær vefur og menn ætti að kynna sér. Við ætlum að búa til lausn sem að herma eftir þessu og annars eru nánari upplýsingar að finna á heimasíðu námskeiðsins.